Yes! Já! Ekki verið að byrja að skála. Herri, við erum á Sæluskíi í kvöld. Eftir gærdaginn. 3 risa punktar, kladdan. Já, 3 punktar maður. Beint í leiknisheimilið. Tökum því. Já. Og það er heldur þægilega hann í miðunni. Já. Jafnvel bara, ég hefði bland okkur í hérna. Já, menn... Við eigum að finna sér í bíli. Já, ég veit það, já. Við skulum spara fullir í kjöðan. En það er 3 dagar, það er Chess of Dark. Já. Þetta er nummer 14. Ég var að hugsa þetta, ég var að keyring á hann. Þarna, ég er eitthvað að ljúga, ég oftast fæ færinga. Þarna, og ég var að hugsa þetta, sko, þegar tónlistamenn átt að segja eitthvað ég er búinn að gigga svo ógeðslega oft, þetta verður aldrei þreytt. Mér er byrjað að líða þannig með Kat. Já, þetta er bara... Þetta gerir vikunum, sko. Þetta er, eins og ég segi alltaf, þetta er nýju föstudagur minn. Já, bara nákvæmlega þannig. 3 dagar er nýju föstudagarnir. Já. En ég lenti á spjalli við mína menn í AHA daginn. Já. Komu hérna að taka út AHA-höllina. Já. Þú veist hvað það er, þeir leggja ekki nafnið sitt í hvað sem er. Ný. Og þeir eru eiginlega bara, ég ætla ekki að vera ljúga hlustendum, þeir eru fox illir út í mig. Nú, okkur. Já, þetta því að þeir mættu hérna, gerðu út þetta á staðnum, sá ég var ekki að flokka. Já, þau eru svo umhverfisvænir. Já, sá bara að ég hendi öll í eina tunnu. Og minn maður, já, hann var alveg snældu vitlaus. Já. Þannig að ég er búinn að koma í öllu, við erum núna með 3 tunnur, flokkum þetta allt saman. Og síðan, hérna, gerði ég annað. Ég var ekkert í spes ástandi á sunnudaginn. Nei? Tók 2-valda helgi, sko. Ok. Og síðan mætti bara á 100% vistvæðin ferðamáta til mín. Já, sko, já. Vefjan sem er lengst upp í, ég veit ekki hvað hún er í Skeifunni einhvers staðar. Já, bara heimsend. mætt heimsend. Takk. 2 vefjur á mig og ég borðaði í hádegismat og kvöldmat. Þannig við þökkum þeim kærlega fyrir. Já, heldur betur. Og alltaf er gott að vera hér, en hérna, já, þú komst hérna þegar það er ekið. Mér var ekki, já. Hvernig ætlarðu heim? Ég ætla heim með hreyfli. Hreyfli? Það er bara nákvæmlega, ég ætla að panta í appinu. Líka okkar Veistu menn. hvað? Ég er búinn að panta í appinu, hann kemur á miðnætti. Það er svoleiðis. Ég get gert það, en maður er ekki, af því að ég ætla að sjá hvað þarna gestur kvölds verður lengi í kvöld. Já, talandi gest kvöldsins, maður. Ég get pantað hreyfil fyrirfram. Herri, Sigurður Höskuldsson, þjálfari leiknismanna, er með okkur í settinu og málið með Sigga er að hann er, ég vil ekki vera með, eins og ég segi, ég ætla að spara stóru fullyrðingar, en hann er hörku góðu skákmaður. Já, það er bara alveg skákari. Já. Það er veisla framöndan. Ég veit að það eru margir búin að bíða spenntir En Leifur getur ekki skauta fram í að þið tóku skák hérna fyrir þátt. Já, já. Og hann skákamátaði þig. Já, ef að farin biskupin upp með 1-1, þá var þetta Sem að er bara, já, ok, jú, það er rétt, já. Já, Hann allavega stóð sem þessu hetja. Já, hann fórnaði kallið hann í byrjun og ég vissi ekki hvað hann ámið stóð veðrið, sko. Hann átti þráskákina, hann vildi hann ekki, sko. Nei. Herru, Tók ekki mál. hann ætli bara að negla In The Ghetto í gang og bjóða Sigurð Höskuldsson, Takk. skákmann, þjálfara og mikið meistara, velkomin í settið. Velkomin. Takk að kella fyrir. Alvöru intro núna, sko. Já, það er einhvern til sparað, sko. Það var stóru byssunar. Vá, þessi stólar er ekkert eðlilega lágir. Ég veit það. Hækkaði í hann. Ég er svo hávaksin, þetta er fínt fyrir mig. Já. Skákmaðurinn Siggi Höskulds. Já. Hann er svona skítsamlegur. Já. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Byrjaði í Kársnesskóla þegar ég var bara í fyrsta bekk og hérna, ég var svona, já, nokkuð fljótur á násu og hérna, og var bara prýðisgóður og hérna, og svona, hvað sé, alltaf fyrsta borði í hérna, í þessum sveitakeppnum. Já. Svo þegar þetta var svona, já, farið að taka hans tíma á fótboltanum og þetta voru svona orðið ómikið að stúderingum að þá svona því miður að þá datt ég út svona 12 ára aldur. Já, en þú varst nú segur verið þátt að þú varst nú bara með þinn bestu í þín mannsflokki þarna á einhverju tímúti. Já, ég var það, sko. Við vorum hann að ég og hérna Guðjón Heiðar Valgarðsson. Við vorum að battla hann á flestum mótum. Þannig að já, ég var svona með þeim bestu. Er eitthvað pláss á hillunni fyrir einhverja fótboltatitla?
Nei, ég var einmitt að bara taka til daginn einhverju svona veluna. Ég á eiginlega fleiri velun fyrir skák heldur en fótbolta. 5-6 byggarar og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er bara skemmtilegt. Já, þú varst að segja okkur fyrir þátt að þú fékkst ekki að taka skólatitilin heim. Nei, það var skemmtilega að segja. Það var sem sagt það var skólaskák fyrir, Kársnesskóli var bara upp í 7. bekk og í 4. bekk þá vinn ég sem sagt titilinn og í 5. bekk og ef þú vannst 3 ári röð þá veist það eiga byggarinn og svo er 3. mótið þarna í röð sem ég er búinn að vinna alla skákinar á fyrri deginum og svo í seinni árin og ég voru í fótbolta fyrir utan það sem skólaskákmótið var og tímdi ekki að fara inn, það var svo skemmtilegt í fótboltanum að gaf byggarinn upp á bátinn. Þannig að viljinn að spila fótbolta var meira heldur en málmurinn í skákinni. Og ég þorði ekki aftur inn í skákherbergið hjá kennaranum því ég var svo hræddur að myndi hraunni um mig og vera bara Ég veit ekki það, ég láti nemendum mína aldeilis heyra það. Þannig að þar fór skákferill. Já. Því miður því að ég vildi óska að ég hefði farið að stúdera betur og verið betri í dag heldur en Já, en þú ert nú ungur árum og ert mættur í Chess Dark sem verður nú ekki lengi stærra að skrifa fyrir skákum. Ég verð að stilla upp sviðsmynd. Hvað myndir þú gera? Það er æfing, það er eftirmiddagsæfing, hún er 1 á sunnudegi og Gyrðir Hrafn mætir 20 mínútum seint, aldrei þessu vant. Hann var inn að tefla. Farin að heyra það fyrir framan liði? Já, hann fengi blóstur. Það er engin afsláttur þóttu þessu skák. Nei. Það myndi allir leikminni bara að segja þetta. Hvað stuðuspilar? Ég var miðjumaður sem að fór stundum í bakvörð eða hafsend Þú er líkið við ykkur leikmann? Erfið spurning maður. Eins og Mount, Kanti? Nei, Kanti meira. Já, Vinslæðir sko. Vinslæðir, ég þarf ekki að leika ykkur. Hann hefur basically vast N'Golo Kanti. Já, ég var aggressífur. Svona undir að síðasta. Ég var svona tæknilega góður svona til að byrja með en svo fór ég að einbeita mér að bara tækla og hlaupa sko. En ein EM-umræða í boði þú fór lengur námaður Bjarki Kvandberg. Takk. Let's Bang! go! Herðu! How about it? Bjarki! Þetta er eplið á hlaðborði. Hvað finnst þér þau, Bjarki? Þessi F5-leikur er heldur slagasti leikur sem ég sé. Bjarki minn! Þetta 100% skor. Siggi tók á reyktu. Það var þið. En þá er komið að móti í spurningkvöldsins. Hún kemur frá okkur, áður við byrjum á spurningunum. Herru, þú verður nú að koma með tilkynningar á móti. Já, gjörðu svo vel. Nei, ég ætla að koma inn á hana sko. Ok, hvað Nei, gjörðu svo vel. Þú tekur. Ok. Það er að koma Chess After Dark derhús. Rétt. Vá. Já. Og Vá. þú ert nú mikill derhúi maður. Ég vil sjá þeirra hliðarlínunni. En við græjum eina þig í klárt mál. Já, það er bara heiður að fá að vera með hana. Já. En já, spurning. Mótif sem sagt getur gift til þeim alls konar gjafur sem þeir geta sérmerkt fyrir ykkur og mjög flott starf sem þeir að gera. Ég var að skróla í gegnum vefinu, þetta er bara bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga, bara virkilega flotta gjafur. En þeir vilja vita, ef þú mættir velja þér einn leikmann úr Pepsi-deildinni í liði og einn leikmann ensku deildinni og einn af EM. Ok. Já, og þau bara myndir starta í næsta leik. Já, þú mátt... Það eru 3 leikmenn. Ég tæki að sjálfsögðu serbneska blómið. Ok. Damir? Nei. Ha? Vuk Dimitrijević. Tilbaka. Það er Skemmtilegt. Ég ætla að tekja Damir eða, Já, því að ég bara sakna Vuk. Já, það er Akkur reynir ekki að fá hann á láni, hann er ekki að spila þetta eins og. Nei, hann verður með hlutverk núna í F-leginu sem er í smá brekku og hann verður örugglega hluta því að rífa það Ok, til þig. upp Það brekkuna er öllu leikmenn Pepsi þá tekur þú Vuk. Já, ég held að Já, ég held að hann Þú myndir ekki vilja að fá eitt Thomas Mikkelsen eða Átnavill Nei, svona grínlaust, þá held ég að ég þekki hann og hann þekkir okkur og svona miður tímabilið, þá held ég sé mikilvægt að fá eitthvað sem að veit hvað hann er að koma inn í og strákarnir þekkja og
og ég held að líka bara leikmannahópurinn saknast það mikið að hérna Já, að ok. það væri frábært. Úr ensku deildinni þá tæki ég tæki líklega bara Sala því að Nei, hvað lið heldurðu? Ég held með Liverpool sko. Já, eðlilega, ég trú ekki að spyrja En ég tæki Sala því ég held að Þú heldur hann geti gert þetta gott það er sko einhvern veginn ég held að okkur vantar eitthvað sem að hérna er svona helviti lýþal og Hugsar oft svona þegar þú ert að horfa tjóð væri til í eitt Sala Svona grínlust, það hefur örugglega poppað einhvern tíma það hefur örugglega poppað Ok, Sala og svo sem eitt leikmann frá EM Þú komið Vúk, þú komið Sala Ég tæki það var eitt sem heillaði mig alveg svakalega, það er Chiesa hjá Ítalíu, hann heillaði mig alveg Chiesa var Ef þú hrikalega ert með flottur Chiesa og Sala á köntunum þá ertu bara með Escobar þetta frammi og það er bara veist það frammi sko. Já, þannig að allir tæki hann ekki bara hann hérna Frekar jafnvel Petri Frekar heldur en Cristiano Ronaldo Hann myndi ekki fungera í þínu leikstíl Nei, Já, það er liðbúmaður það er bara Já, þannig að það er Vúk, það er Sala og það er Chiesa Chiesa Já. Þú varst sennilega smá Chiesa sko. Þú varst leikinn og þú varst líka brjálu vinstliðir sko. Já, ég gætt hlaupið ég var mjög hlaupari sko. og hérna Sjá, og þetta elska að hlaupa svolítið þannig að Chiesa heillaði mig það sem ég sá á hann sko. ég var til að fá hann í Liverpool Já, þetta myndi henda okkur dýrvitlaus og hérna svona einhvern veginn direct og power í honum og hérna þetta er þitt move, ég er alveg búinn að komast að því G6 biskup G7 A6 G5 biskup B7 og veistu hvað, Ingi sendi mér setti mynd á grammið daginn ég er búinn að sverja upp á fjölskyldur mínu, þetta er nákvæmlega saman þetta er bara nákvæmlega saman og eins og ég segi, það er eiginlega sama hvað hinn spilar ég er einhvern veginn bara komin inn á þetta er bara Sigga Höskuld setupið en einn vingil sem ég var alltaf vilja að pæli sko, nú er þú búinn að vera fjárlega pælstildinni núna í bráðum eitt sísón þetta útlendingalotto já. hvernig eru þið að finna þessa leikmenn og þú veist hversu mörg myndbönd af einhverjum trúðum ferðu á dag skilur þú veist óbúslega mikið það ekki? Jú. Og hérna þetta er náttúrulega bara haugur af skilabóðum sem að fær frá einhverjum umhverfismönnum út í heimi og ég ætla að segja svona 95% að ég bara djók, eða þú veist já, bara algjört grín sko já. Þetta er það sem að trufla mig við þessa byrjun sem ég geri það er þetta millipeð sem að ég er að baksa við sko og ég er ekki að leiðilega en þetta P heldur stuðinu endaldi sko já, það er nefnilega málið sko það er gone. og ég hérna yfirleitt klúðra ég þessum skákum á því sko og myndu eitt sem ég skal kynna þér biskupar eru 3,5 stig, riddar er 3 stig já, ég hef heyrt þig segja þetta í þáttunum og ég actually pæli svolítið í því sko en auðvitað þarf þannig að kunna nota á sko en svona ég myndi eftir fremst eru að reyna að halda við sko nema á sért að búa til veikleika í hjálpstöðu anstæðingsi sko hann er í basli þessi biskup hjá mig núna sko ok, biskup C ekki með D5 þú þarft eiginlega núna að leika bara drótt C7 eða eitthvað já, það er bara málið en þá er ég en já, ok, en ég verð að spyrja þegar það er minn uppáhaldsleikmaður í deildinni hvernig í anskotanum fenguðu Andrés Escobar það var rauninni bara út á svona YouTube myndbandi já, ég var að sjá myndbund á hann skoða myndbund á hann og hérna já, ég var ekkert eðlilega spenntur þegar ég sá þessi vídeo á honum sko ekkert eðlilega góður sko hvað lið eru að tala um þetta síli? Þetta er alvöru lið já, þetta er bara DC United og hérna og svo bara hann í Biskup Efi hann fokkar mér upp hérna þá er biskupi farinn ég hlýt að eiga djúveit þetta illa telt maður Jesús almáttur já, ég var bara óbúslega spenntur fyrir honum því að hann var ekkert eðlilega góður
en það voru svolítið síðan að hann var búinn að spila þannig að við vissum það að hann yrði það myndi taka tíma hann að koma frá Suður Ameríku og hann var ekki til sérstaklega standi þegar hann mætti. Nei. En en það er aðeins að koma. Já, góður ger. Já, búinn að vera góður í síðustu leikjum Góð Blix líka sko. Já, og spilaði bikarleik móti Val sem að var svona turning point hjá honum þar sem hann var alveg gjörsamlega geggjaður sko. Og það var svona turning point. Já. Hvað með hinn leikmæðin þarna? Octavio Páez, hann er yngri, óreyndari og en hann er góður. Mér sýnist að vera reyndur í þessari káatæklingunum sem hann tók þarna. Það var skrautlegt og það var smá pistill. Siggi, hefur þú einhvern veginn verið í líkamsrættinni? Heldur betur. Já. Tók þátt í fitness einu sinni. Nei? Jó. Hæ? Já, ég er búinn að vera líkamsrætt mikið sko, og náttúrulega verið einkaþjálfari og fitnessþjálfari og annað, þannig að Það er ótrúlega að fitnessport sé að styrkja skák þátt sko. Það er magnað sko. Geggjað sko. Það er ekkert styrrandi að fljúa þeim sko. Nú sé ég bara eftir að ég hafi ekki graðið upp einhverja góða fitnessmynd á hann. Fitnessmynd að þér, já. Siggi sendur okkur kannski eftir það. Mjög ólíklegt. Já. Ok, nú veit ég hvað þú veit eftir en ég held að hann sé að herma eftir þér. Já. Það er þetta Benedikt aftur með, já ok. Hann er rosalur. Djöfustælar í honum sko. Já, hann er við sko. Ok, hugsaði, hvernig getur unnið að með hann heldur áfram að herma eftir þér? Rikki samt í jafntefli við hann af því að hann hermdi eftir honum í einhverja 30-40 leiki og Rikki sagði ég gerði jafntefli í Íslandsmeistara, það var ekki ekki. Sko, menn eru beittir í kvöld af því að Kristofur Orri Pétursson spyr. Þetta er rosalegt, þú voru að lesa þetta líka. Já, ég lesi þetta allt saman eins og þetta leggur sig. Annarflokksleikur Stjarnan Grótta árið 2018. 3-0 í hálfleik fyrir Gróttu. Stjarnan jafnar 3-3 í seinni. Grótta vinnur í framlengingu. Þú varst ekki sáttur spurningamerki. Já, Vító. Já, hann segir framlenginguna. Var Siggi Höskulds sáttur spurningamerki? Nei, vægast þetta ekki. Nei. Það var mesta svindl sem ég hef orðið vitna á fótboltavelli. Nú? Já. Ég gerum vegna sem senda. Það var einn kóngur sem var að dæma leikinn sem að ég verð helst ekki nefna nafn. Nei, algjörlega. Hann er ekki líf í dag. Já, ég endaði með rautt spjald þarna þetta er bara eitthvað steipu skák. Hann er ennþá að herma eftir. Hann getur ekki hemmt eftir mér núna. Hann getur ekki hemmt eftir mér núna. Helvítis. Hvað gerir þú núna? Já, hann hermir áfram núna. Já, það var ekki skemmtilegu dagur og ok. Og já, ég fór aðeins fram á mér í látunum. Já. Og bara gaman að því. Var Dóri Árna með þér að þjálfa þarna? Hann var að þjálfa Gróttuna. Já, hann var að þjálfa Gróttuna sko. Og Þetta er nefnilega skrítið að tala um þessu sko. Okay. Þetta er ekki tótið sálrænt. Já, mjög sálrænt. Ég er alveg að vera geðveikur núna sko. Ok, hann gerir Þú getur ekki leyft þér að komast upp með þetta. Nei, en ég veit ekki alveg hvernig ég á að bregðast við þessu. Ég tek hennan hérna. En það væri nú ekki mikið fyrir skák ef einhver geti bara alltaf hermt eftir. Maglaði geti hermt svona samt. Það er ótrúlegt. En já, þannig að þú hefur alveg verið hressari eftir þann leik. Já, ég held að það sé það reyðasta sem ég hef verið nokkuð tímann. Þetta er geggjað. Herðu, ok. Hversu langt fer að með þetta? En hvað er að glaðast sem þú hefur verið á ferlinum? Stærsta stund? Á ferlinum? Já. Ætli það hafi ekki verið bara þegar við fórum upp sko. Já. Það var Myndu það var satt að, varst ekki bara heim í stofu þá? Já, það var svona Nei, við vorum á æfingu. Við vorum á æfingu. Já, Stórt það var maður, alveg sem geggjað sko. Já. Herðu, ég er svona alveg að nálgast pirringin á Gróttuvöllurum. Núna. Hann er satt 14 ára sko, viljum ekki gefa það rautt í dag sko. Nei, gleymi ekki, þetta minnir mig svo á þegar Rikki var hérna sko og
ég að fá alvöru flashbacka, þetta nákvæmlega eins sko. Og Rikki var ekki, ég ekki jafntefli, ég segi, hann að herma eftir, hann segi, 14 gæði þetta pakka mig saman. Ég segi, nákvæmlega staðan sko. En ok, Nú ætlum við að taka hann. Við erum í ansi álitlegri stöðu núna sko. já, þú ert náttúrulega með unnið sko. Já. það ekki? Jú. Nú held ég hann byrja að reyna á sig sko. Ok. Sýnist að hann hættur að herma. Og sko. þú getur labbað hérna út í kvöld, sagst að hafa unnið Íslandsmeistara og tekið gæja sem var með 100% skor fyrir kvöldi í kvöld. Já. Við gerum það. Þannig að saman hvernig gengum með leiknið þá er þetta líklega hábandi sumarsins sko. Við gerum það. Já, drepa niður öll tempó. Sjá. En þú verður samt einhvern veginn að býður jafntefli. Hann býður jafntefli. Nei. Nei, Nei, ég er að segja, þú segir nei við jafntefli. Já, klárt. Þetta sóknar þingjandi skákmaður. Já, mjög. Sko, ég hef alveg... Þetta er þetta alvöru senur hérna. Já, þetta er það sko. Ég verða... Veistu hvernig staðið er? Það er 0-0, 8.50 Já. og þetta ákvæði. Ætlar að taka punktinn, ætlar að reyna við 3 stig. Er ég að fókus upp núna? Hann þarf að gera núna. Já. Ég verð að taka þetta. Ok. Er það ekki? Jú. Nei. Jú. Takk. Já. Býtu, hvað gera núna? Akkurat. Það lítur vel út. Come on your boysin. Bensi, ég kom með nafn á þessa klippu. Siggi Höskulds leikur Íslandsmeistari á Reykjana. Já. Ekki hefur núna. Rættur að Bensi ít að delete eftir þetta sko. Já, Siggi er ekki verið að Bensi er ekki verið að klippa þessa klippu sko. Það er nokkuð klárt. Já. Good. Já. Já, þetta er huggulegt. Nei, alltaf. Já. Hann fór sjóferð svo og nú ætlum ég bara að halda það að spyrja þig. Við 50 sekúndur. Við áttum jafntefli. Það er þetta bröðu beitt. Er Sverrir Steinn hraðasti hafsend sem þú hefur haft í þínum röð? Nei. En hver Hann er það ekki. Sverrir Steinn potið. Sverrir Steinn. Það er kóngurinn. Það er eitt svo skemmtilegast sem ég þála. Það er klárt, jú. Það er kóngurinn. Hvenær þjálfaði hann? Það var í ÍR. Valplaki. Og hérna skemmtilegur hafsend. En ekki svo hraðasti. Ekki svo hraðasti. En Uppáhalds kvikmynd fyrir utan og þetta er hástafir. Kon er. Spyrir Viðar Kjartansson. Uppáhaldsmyndi mín er hérna Snats. Vil þú sé hana, Birkir? Ég veit ekki hvað myndi. Nei. Það er glórulust. Það er að fara beint heim á hana, ekki vel með það. Já, bara 100%. Snats. Já, Snats. Ætli sé ekki múin að horfa á hana svona grínlust, svona 150 svona. Ég var að googla hana núna sko. Hvað leikar er hana? Það er Brad Pitt og Statham og... Já. Hvernig er ekki maður að sjá það mynd? Já, það er glórulust. 2000? Já, eitthvað kring það. Brad Pitt er ekkert eðlilega nettur. Hann er geggjaður. Leikur svona gypsy. Já. Boxara. En annars hefur valið Con Air. Já, bunnyið maður. Helvitis, put the bunny in the bags. Put the bunny in the bag. Þetta er seinna spurning kvöldsins. Ok. Og hún er seinna spurning af ástöðu. Ok. Hún er þykalega skemmtileg. Ég held ég hafi séð hann á óvart þegar ég leita á svona hluta en ég veit að það er Ágúst Þór. Það er Ágúst Þór, sko. Það er ekki rafsarinn. Nú mun Sævar Atli yfirgefa Leiknismenn eftir tímabilið. Ingi Þór Hafdísson framherji Bjarnarins hefur ekki verið að fá eins mikinn spiltíma hjá Birninum eins og hann vonaðist eftir.
Er það eitthvað sem þið leiknismenn myndir skoða eftir tímabilið ef Ingi hugsar sér til hreyfings? Er þetta pallborðaða í stjórnar? Sko, Ingi Þór var hjá mér, ég var að þjálfa létti. Já. Og hann ég held að hann hegi 15 mínútur spilaðar og 3 mörk eða eitthvað, einhver svona þvæla sko. Ok. Þannig að Þú gæti komið honum í gang? það væri mjög erfitt á þessu leveli sem við erum að spila á núna, en hérna hann væri náttúrulega geggjaður í klefanum og það er sko alvöru geggjaður í klefanum sko. Þannig að kannski ertu komið í placement fyrir Sævar alla? ekki inn á vellinum en inn í klefanum klárlega.